Ég ætla að sýna hérna hvernig þú sækir ókeypis vírusvörn frá Microsoft og það er ágætt að vera inn á vefnum hjá Microsoft eða leitarvél sem að Microsoft rekur sem heitir bing.com og hérna inn í leitarvélina þá skrifaru bara Microsoft Virus Protection, það er alveg nóg og annarkvæmt ítir og enter á lyklaborðið eða ítir hérna á stækkunarglerið og hérna kemur þá niðurstaða. Hérna færðu upp vefinn sem þú þarft að fara beint inn á, smellu hann bara. Og út frá þessum vef að þá getur smellt hérna á download. Og hérna niðri þá er annarkvæmt að vista eða keyra þetta bara. Það er tæknilega séð alveg óþarf að vista þetta því að ég þarf bara að keyra þessa skrá einu sinni. Þannig hérna í þessu tilfelli þá smelli ég bara run. Nú þegar þessi gluggi kemur hérna upp að þá smelli ég hérna bara á next og samþykkja leyfis skilmála. Það er bara hérna I accept. Og nú hérna kemur svona listi við því eða spurningalisti hvort þú vilt taka þátt í því að betur bæta vírusvarnarforritið. Þessu tilfelli ætla ég að setja hér bara og íta hérna á next. Nú hérna er bara spurningum hvort að eldvekkurinn í tölvunni sé í gangi og hérna er þetta að gefa samþykki fyrir því að tölvan setja hana af stað ef hann er ekki í gangi. Þannig að ágætt að hafa þetta bara hakkað en það er sérstaklega mælt með því hérna. Svo íti ég hérna á next og þegar þessi gluggi kemur upp þá smelli ég hérna á install. Uppsetningin, hún gæti nú tekið nokkra sekundur, allt við mínútu. Nú þegar þetta er komið þá kemur hérna spurning hvort að þú viljir leyfa forritinu eða vírusvarnarforritinu að fara yfir tölvuna og aðtók hvort að sé einhver vírus eða einhverjar aðrar uppfærslur sem getur hugsanlega verið í boði. Þannig að það er alltaf að hafa þetta bara valið og smetla hérna á finish. Nú þá fer forritið í raun af stað og aðtókur hvort að sé einhverjar uppfærslur. Nú fyrir þá sem að kannski hafi ekki tíma til þess að fara í þetta þá er þetta að hætta við með því að smetla hérna á cancel update. En ég mæli sérstaklega með því að þið látið tölvuna fara hérna í gegnum þetta. Nú þegar þetta er allt komið þá er vírusvörnin virk í tölvunni og minni líkur að þú fáir einhvern óboðinn vírus í tölvuna.